Velkomin í verkstæði Unimax. Ég heiti Tómas Krausinski og í þetta sinn munum við aftur. Leggja hand á plóg. Hefur þú einhvern tíma heyrt hugtakið French Plate? Þetta einfalt og áhrifaríkt kerfi til að hengja ýmsa hluti á vegg. Fleitlaðafestingin gerir kleift að setja upp auðveldlega og taka niður jafn einfaldlega, þannig að þetta kerfi notað ekki aðeins til varanlegar upphengingar á húsgögnum, heldur einnig á spjöldum fyrir breytilega upphengingu á verkfærum, tækjum og búnaði í verkstæðinu. Í úrvali Unimax finnur þú nokkrar iðnaðarframleiddar upphengispjöld, til dæmis hina góðsafnakenndu götóttu marslæk með krókum, sem hægt að festa í mörg göt, eftir þörfum. Í plötunni einnig göt í formi líkilhóli, fyrir aðra upphengingaráferð, til dæmis með skrúfahöfuðum eða skrúfum. Notkunin því mjög fjölbreytt og sérstaklega krókar eða frekakattar fullkomnir til að hengja upp ákveðna tegund af verkfærum og búnaði. Platan fest á vegginn. Önnur tegundin upphengispjald sem ætlað til að festa á vinnuborð. Það samanstendur af tveimur tegundum af plötum og tveimur hillum. Ein af plötunum samhæfðu festikerfið Skjurtes 10 með 30 og 8 mm bil á milli gata, en hinn platan notuð til að hengja upp geymslukassa. En eins og við tækninöfn að segja, ekki til upphengiskerfi sem hentar öllum, og þess vegna hafði Unimax skilning á því, þegar ég ákvað að bæta við verkstæðið, með handgerðu spjaldi, með frönsku klossakerfi. Því að þú getur búið til einstaka hluti nákvæmlega eftir þínum óskum og hvenær sem bætt við hvaða hillu, kassa eða festingu sem sérstæði. Hvað þarftu til þess? Krossviðsplötu TIFF eða til dæmis OSB. Ég notaði plötu sem 12 mm á þykkt. Ef þú hefur ekki mikið pláss í verkstæðinu, getur þú fest hana beint á vegginn og haldið áfram með samsetninguna, í lóðréttri stöðu. Nú þarf að búa til lista með einni brún skorin í 40 og 5 gráðu horni sem festist á plötuna með reglulegu millibili. Ég valdi millibili upp á 150 mm. Til að halda jöfnu millibili gott að teikna staðsetningu listana á plötuna. Þú getur sagað listana á borðsög, þar sem þú fyrst sagar ræmur í viðeigandi breidd og síðan skerpar meðfram, með blaðinu hallandi í 40 og 5 gráðu horni, sem myndar strax 2 lista. Þessi aðferð fljótleg, því fyrst gerir við alla lóðréttu skurðina og síðan alla ská skurðina í einu. Önnur möguleiki að nota dýfisög með leiðarlista. Í því tilviki nauðsynlegt að skipta á milli lóðréttra skurða og skurða með halla, en að breyta sögin í mismunandi stöður auðvelt og fljótlegt. Og fyrir mig var þetta hentugt tilefni til að prófa dýfisögina Clitonets 1400. Ég pantaði leiðarlista fyrir hana sem 1500 mm að lengd. Þið sjáið hann á bakvið mig, en þið getið líka valið plássvarandi útgáfu sem samanstendur af 2 listum sem aðeins 700 mm að lengd, sem afhentir í pari með viðeigandi tengifutum. Stuttulistarnir fyrirferðarminni og einstaklega hentugrið fyrir þverskurði. Sagurinn ekki svo léttasti, hann vegur 5,4 kíló, en það sem hann ætlaður til að skera með leiðarlista, það sem hann hreyfist á renniflötum, það ekki svo mikið vandamál. Skurðadýptin gefin upp sem 50 og 4 mm fyrir skurð með lista, sem tekur nokkra millimetra, svo fyrir hámark skurðdýpt. Skaftu leiða sæginn beint eftir vinnustykkinu, þá nærðu alltaf 60 mm. Í þessu tilfelli getur þú leitt sægina meðfram einhverjum lista eða með því að nota aukalegan samsíða stuðning, meðfram beinum kanti vinnustykkisins. Til að festa leiðarlistan á vinnustykkið klemmur notaðar, sem einnig samhæfar við leiðarlista annarra framleiðenda. Til dæmis þetta klemmur fyrir margita leiðarlista og þær passa. Cliton býður einnig upp á eignahandarenni klemmur fyrir sem lista. Að kljúfa mjótt vinnustykki í tvennt ekki beinlínis hentugt verkefni fyrir dýfasög, en til að skera smám saman mjóar ræmur af stórri plötu hún fullkomin. Hún aðalega ætluð til að skera plöturni, þar sem það auðveldara að stjórna lyftingsæð stórum vinnustykki. Þótt sé fullkomlega beinum lista getur við einnig sagað efninu með ójöfnum brúnum og síðan gert samsíða skurð á borðsög meðfram samsíða reglustykkun. Og eins og nafnið á sæginni gefur til kynna hún einnig ætluð fyrir sökkvandi skurði í yfirborði efnisins. Í samanburði við venjulega handlingsög, sem við köllum oft hefur hún þann kost að hægt að stilla blaðið í fyrirfram ákveðna dýpt og það dregst sjálfkrafa aftur inn í þýfina. Þar af leiðandi getum við lagt sögina örugglega á borðið. Blaðið kemur aðeins út þegar læsingin aflétt. Merkingar á þýfinni sýna hversu langt blaðið næst þegar það fullkomlega útreiðið. Í samanburði við muffl sægin skilvirkara þar sem blaðið betur varið. Sögin hefur einnig forskurðaraðgerð þar sem blaðið kemur aðeins 2 mm undir yfirborð leiðarans. Með þessari styttingu skerði efsta lagi vinnustykkisins hreint, þannig að við næstu djúpu skurð.
verður ekki eins mikið. Lýsun á efninu. Clayton Heads. 1400 sker ekki aðeins lóðrétt, heldur einnig undir horni á bilinu -1 til +40 og 8 gráður. Því miður hefur það ekki stöðvar fyrir algengustu hornin og hvorki endastæðirnir í hvarfi eru alveg nákvæmir, þannig að til að fá virkilega nákvæma stillingu þarf að nota hornmælir. Það er einnig vert að nefna hraðastillingu á bilinu 2 til 5000 snúninga á mínútu sem gerir kleift að stilla viðeigandi jaðarhraða disksins fyrir efni sem annars myndi brenna eða bráðna við fullan hraða. En aftur að vinnunni. Ég er búinn að saga plankana svo ég borði göt fyrir skrúfurnar, helst með niðurfellingu. Skrúfurnar eru ekki svo mikið til að festa listana á plötuna, heldur frekar til að halda þeim á sínum stað meðan límið þornar. Og eftir að límið hefur þornað, er hægt að byrja að hengja upp hillur, kassa og festingar. Hvernig þú býr þau til og hvað þú setur þau er alfarið undir þér komið. Platan með French Cleat kerfi gerir þér kleift að aðlaga einstaka hluti og allan platan nákvæmlega eftir þínum þörfum. Þetta gerir hann að fullkomnu viðbót við iðnaðarframleitt kerfi. Hvert þeirra hefur nefnilega sína kosti og í almennilegri verkstæði. Nýtirðu þau öll. Hafðu einnig í huga að lóðrétt geymslurými eru mun skipulegri og aðallega að hlutir sem eru á veggnum trufla ekki á gólfinu eða á borðinu. Það var mér aftur ánægðari. Ef þið líkaðu við þetta, vinsamlegast gefðu okkur lík og gerðu áskrift. Ef þú smellir einnig á bjölluna, verður þú fyrstur til að vita hvert nýtt myndband frá Unimax. Við fögnum einnig málefnalegum athugasemdum þínum eða spurningum. Tengla á allar vörur finnur þú eins og venjulega í lýsingunni undir myndbandinu. Og ég hlakka nú þegar til að sjá þig í næsta myndbandi.